Súlanleg borvél grunnur, undirstaða hverrar verkstæðis. En ef þú vilt nýta nákvæma borun utan verkstæðisins, þarftu eitthvað flytjanlegt, það er að segja rafmagns handborvél eða rafhlöðudrifin borvélaskúfjár og til þess einhvers konar stand. Góðan daginn, ég heiti Tómas Krásenski og í þetta skipti vil ég skoða aðeins færanlega standa fyrir borvélar. Að bora eftir auðan er fínt, það get ég segi fyrir sjálfan ykkur. Reyndu samt að fá hjálp frá öðrum augum. Þau munu fljótt leiðrétta misskilningin að þú sért að bora lóðrétt. Auðvitað með smá æfingu getur þú bora nokkurn megin lóðrétt og fyrir sum verkefni er það alveg nóg. En það eru verkefni þar sem nákvæmni skiptir máli og að treysta á huglægar tilfinningar er eins og að taka þátt í happdrætti. Það getur gengið upp, en oftast gengur það ekki upp. Þú eykur verulega líkurnar á árangri með því að nota einhvers konar tæki til að bora lóðrétt. Í okkar tilviki, borstöng. Jafnvel það frumstæðasta mun tryggja þér nægilega nákvæmar og fyrst og fremst endurtekningar hæfa niðurstöður. Verkstæðistöng fyrir borvélar eru yfirleitt nokkuð nákvæmar og með smá góðum vilja getum við líka talið þær flytjanlega. Líkt og borvélar og stöng hafa þær eitt takmörk, nefnilega súluna sem borvélinn hreyfist eftir. Stóri vinnustykki eru stuttir, annarkvort er hæð stöngarinnar ekki nægileg eða útskot armsins, það er að segja fjarlægðin frá borinu að súlunni. Báðir þessi gallar eru leystir, með svoköllum færanlegum borstöngum. Fyrsta gerðin er stöng með festingu fyrir borvélar með venjulegum festingum með 40 og 30 mm þvermál. Þetta eru nánast allar rafmagns handborvélar á 230 volt en aðeins fáar rafhlöðuborvélar. Þessar stöngur eru til í nokkrum útfærslum. Út frá eigin reynslu get ég mælt með þeim einföldustu með beinum leiðarstöngum sem eru í eðli sínu nákvæmari en þær með hallandi stöngum. Jafnvel með þeim förstu er hægt að bora undir horni þegar stúlparnir neðst eru dregnir út eftir rákum sem skapar nauðsynlega halla. Afturhvarf í lóðrétta stöðu er því tryggt. Nákvæmnin er gefin frá framleiðanda. Með hallandi stólpum er ekki alltaf hægt að ná lóðréttri stöðu og því er ráðlegt að nota hornmál við stillingu. Annar tegund af færanlegum stöngum eru þeir sem leyfa notkun hvaða borvél sem er. Þessir standir hafa nefnilega sitt eigið spennutæki sem er með fjórðungstómu sexkanta sem festist í spennutæki borvélarinnar. Það er einmitt með möguleikanum á að nota hvaða rafhlöðuborvél sem er að við getum talið slíkan stand vera fullkomlega færanlegan og aðallega óháðan. Bæði verkstæðis og færanlegi borvélastandir ættu að hafa dýptarstöðvun. Staðalbúnaður færanlegra standara er einnig fast eða fjarlægt leiðsögn fyrir borun á sívalningslaga hlutum, til dæmis stöngum eða rörum. Þau eru sjaldan boruð yfir grunninn. Færanlegi standi skara ekki fram úr í nákvæmni leiðsagna, þannig að oddur borvélarinnar getur stungist í vinnustykki með ákveðinni dreifingu. Lóðrétt borun er þó tryggð með nægilegri nákvæmni. Standurinn getur haft afturkallandi fjöður, en þarf ekki að hafa hana, og er í raun oftast ekki nauðsynleg. Ég á nota færanlegan borstand alltaf þegar ég vil að gatið á hinni hlið vinnustykkisins sé nákvæmlega, á móti og ekki skatti út frá miðju eða ás. Ef ég hef ekki borvél á standi nálægt eða ef er að ræða hluti sem erfitt væri að meðhöndla í verkstæðinu, kemur færanlegi standurinn til sögunnar. Eitt dæmi fyrir allt, byggingaflutar, fyrir útivistarsmíði eins og pergólur, skýli eða rólur. Ég nota einnig borvél á standi þegar ég bora göt fyrir prjónum, þar sem lóðrétt staða skiptir einnig máli. Þegar ég bora í brúnir nota ég færanlegt verkstæðisbor, þar sem ég festi vinnustykki lóðrétt. Og að lokum mitt ráð. Í raun er hægt að nota venjulegan verkstæðisstand sem færanlegan stand, með því að bora undir grunnhlutum sem hefur gat fyrir borin í miðjunni. Þú getur jafnvel notað dýptarstöðu, auk þess mjög langa bora. Því miður getur þú aðeins nota borvélar með staðlegri klemustæð, sem er 40 og 3 mm. Takk fyrir að horfa og ég hlakka til að sjá þig í næsta myndbandi.